Síðastliðin 2 sumur hefur verið unnið að uppgreftur fornminja í stöð við Stöðvarfjörð. Aldursgreiningar sem taka með á gjósku- og geislakólsgreiningum, auk gerfræði húsa og gripa, sýna að alla líkur sé á því að á svæðinu sé að finna landnámsskála þó því skömmu eftir 800. Það er Dr. Bjarni F. Einarsson sem fer fyrir og stýrir rannsóknunum, en það var hann sem komst á snoðir málið fyrir sléttum áratug. 2007 þá var ég að vinna að mat á umhverfisáhrifum á þessu svæði og ljósleiðari sem átti að leggja hér niður og hann átti að fara yfir þessa bungu hérna sem var. Og þegar ég kom á staðinn þá grunaði mér að þarna væri undir skáli. Var nokkuð viss í minni sök. Svo skrifaði ég skýrslu það og hún rataði sína leið og svo bara sofnaði málið. Ég skrifaði reyndar bréf til þess að reyna að vekja athygli á þessu en það hafði engin áhrif. Svo er ég einu sinni staddur borð á litlum bát í Hvalfirði og þar situr stöðfirðingur borð og við fyrum að tala saman og eitt leit af öðru og ég segi honum frá þessu að ég hefði hugsanlega fundið skála í Stöðvarfirði og þá gerðist eitthvað sem að ég hef engin tök á að skýra en ég fæ hringingu stuttu síðar og ég spurður ertu til í að koma hingað austur og staðfesta þennan grunn sem ég gerði. Það var 2015. Ég tók pröfuhólu þarna við bakkan. Þar kom ég niður á gólf á 80 cm dýpi, tók viðarkol, sendi greiningu, bingo, landnámssöld. Í framhaldinu af því ákváðum við og áhugamannafélag sem stofnað var hér í tengslum við þetta verkefni að sækjum í fornminjasjóð sem við og gerðum, fengum góða úthlutun á mælikvarða sjóðsins. Það fyrst fé í heimabyggð hjá aðilum og stofnunum og fyrirtækjum og síðastlið sumar hófum við eiginlegan uppgröft hér. Þá kom í ljós að við vorum að tala 3 hús, ekki 2 sem ég hafði í grunum fyrst, heldur 3. 2 þeirra eru skálar ofan á hvort öðrum og það 3. er yngri smiðja sem hefur hugsanlega raskað þessum 2 skálum. Það kemur í ljós seinna og hún er frá miðöldum. Og höfum fram að þessu staðfest 5 hús, 2 til viðbótar hérna til austurs, lítil vinnuhús sem við höfum ekkert skoðað neitt frekar. Og hvað hefur fundist í sumar? Það hefur fundist einkum og sér í lagi perlur, jaspismólar, glerhallur, járn, svo önnur arabísk mynt, þá voru það 2, annar meintur rómverskur peningur, þá voru þeir 2. Herðu, þetta er ekkert rómverskur peningur. Ég sé það núna. Þetta er silfur peningur. Er það betra að vera? Betra. Betra? Þetta, já, betra. Nú þarf ég að skoða röndina. Ég sá ekki alveg röndina síðast. Þetta er sennilega silfur peningur. Með spanskrænu, það kemur svolítið óvart. Þá er það bara lélegt silfur. Silfurpeningur. Svo fannst mjög fallegur silfurhringur, baugringur og það hefur fundist gangsilfur, það hefur fundist silfurmen af ykkur tagi, þar sem þráðurinn sjálfur og svo fundist klippur sem er eins í laginu og allir þekkja sauðaklippur, bara minni gerðinni. Þannig að fundaflóran er svolítið sérstök. Ég hef ekki fundið það við, ekki einasta snældusnúð, engan kljástein, þetta eru tófináhöld, kljásteinar til að setja í vefstað og snældusnúðurinn til að spinna þráðinn. Ekkert af slíku hefur fundist. Það kemur svolítið óvart. En þetta er náttúrulega gríðarlega stór skáli, hann gæti verið 25 metra langur sem telst stórt á Íslandi og þá gæti fundaflóran markast af því að við séum að grafa í gegnum eitthvað sérstakt rými innan skálans. Að vefstaðurinn finnist til dæmis annar staðar og svo framvís. En hvað segir þetta okkur svona í sögulegu tilliti og hvernig er þessi fundur með við annað sem við fundist hérlendis? Já, það er náttúrulega bara hluti af yngri skálanum sem er rannsakaður ennþá, en hann er þegar farin að skera sig út fyrir ríkidæmi. Við erum komin upp í 19 perlur og það setur okkur mjög hátt á vinsældalista perlna. Við erum komin með 6 eða 7 silfurgripi, það er hátt á íslenska mælikvarða. Myntin og rómversku peningarnir, þetta eru svolítið athyglisverðir gripir, þannig að ég vænti þess að hér verði miklu ríkari fundaflóra þegar yfir lýkur, sem setur þennan stað á stall með hofstöðum í Mývatnssveit, Hrísbrú í Mosfellsdal
og þeir staðir eru kallaðir gjarnan höfðingjabýli. Það er svona höfðingjalykt af þessu nú þegar og hér leggjum við áherslu á að gripirnir finnist. Við sigtum til dæmis allt hér handan því að við viljum finna hverja einustu örðu af jaspismólum og glerhöllum. Og það er líka eitt af því sem er afskaplega áhugavert við þennan stað og það er það að fólki sem kom hingað það hefur búið yfir áslátturstækni sem er ósköp svipuð og allir þekkja frá steinöld, bronsöld sem að svo að talið að hefði liðið undir lok þegar málmarnir og járnið fyrst og fremst kemur inn að þá hefði áslátturstæknin horfið. En það er aldeilis ekki svoleiðis hér. Hér kunnu menn virkilega slá þessa steina til þess að búa til hnífa, búa til skrapandi áhöld og heflandi áhöld. Það sem er aðalatriði hér, það er að varpa ljósi á þennan skála og lífið sem hér var lifað og komast að því hvort að skálinn sem liggur undir þessum skála sé eitthvað annað en þessi skáli, það er að segja annarra gerðar og þá er tilgátan svo og ég stend við þannig ennþá að þar undir sé útstöðin frá Norður-Evrópu, útstöð sem var við lýði í einhver áratugi kannski og síðan leggst hún af og landnámsfólki kemur síðan í kjölfarið á þennan stað sem þegar var búið að byggja á, þegar eru húsakroppar sem auðvelt er að reisa upp aftur og þá hefst hið eiginlega landnám. Austfirðingurinn og fornleifafræðineminn Rannveig Þórhallsdóttir er ein þeirra sem hefur tekið þátt í uppgreftrinum. Og ég orðið vör við það í skólanum í vetur að mér finnst vanta ansi mikið inn í sögu Austurlands. Við erum, þó við séum með náttúrulega helling sem er búið að gera, þá erum við stundum eins og við séum bara ekki til í rannsóknarlegu tilliti. Og þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að þessi rannsókn verði styrkt veðlega og við getum unnið hérna allavega 3-4 mánuði á ári í uppgrefti því að þetta er merkileg rannsókn og á örugglega eftir að breyta Íslandssögunni. Allavega okkar Austfirðinga og kannski alls landsins. Rannveig segir það alltaf jafn spennandi að koma niður á einhvern mun. Maður var náttúrulega að reyna að halda ró sinni, það er svolítið mikilvægt. Bara vera svolítið stóískur, yfirleitt tekst það. Þannig að bara hugsa heildina en ekki hvað maður sé sjúklega glaður með eitthvað sem finnst. En það er náttúrulega, það er svo margir flotti fundir búin að koma fram núna síðustu 2 árin. Þetta er annað sumar sem ég er hérna. Og maður er bara, maður trúir svo alltaf. Og hérna fær mér járn. Þannig að hér er ég í gólfi og fann járn, þannig ég þarf að skrá það. En hvernig verður framhaldinu háttað? Framhaldi ræðst eins og alltaf hreint af peningum. Ef það fæst sambærilegt fé og fékkst í sumar, þá verð ég hér sennilega næstu 15 árin. En ég vona ekki. Þetta er staður sem að hefði þurft að rannsaka í miklu meira flæði, þar að segja opna miklu stærri flöt til þess að fá miklu skýrari mynd af bænum í einu vetfangi á einu sumri.